gestir, gleðilegt sumar og verið hjartanlega velkomin hérna á opnleika Karlakórsins Jökuls hér í Hafnarkirkju. Mér telst til að þetta séu 47. nokkurn veginn tónleika kórsins. Við erum 50 ára á þessu ári en COVID það setti smá strik í starfi hjá okkur þannig að við erum að sleppa nokkur. En Karlakórsins stendur á tímamótum og þetta er þess að 50. starfsárið og hann var formulega stofnaður í júnibyrjun árið 1973. Fyrsta stjórn kórsins var skipuð 3 mönnum, þeim Benedikt Stefánsssyni, bónda á Hvalnesi í Lóni, Kristjáni Gústafssyni og Hermanni Hansssyni. Og Hermann er með okkur hér í dag, ekki syngjandi þó, ég hefði alveg viljað hafa hann hérna með okkur syngjandi og okkur langar að veita honum smá þakklætisvoð fyrir hans störf fyrir kórinn á fyrstu starfsárum kórsins. Hermann, gjör svo vel, komdu. Ég veit hvað
þessi séu tveir sem í fórnum núna, sem að syngja hérna núna. Það annars Brói og Einar Kristjánsson. Það er vel við hæfi að Hermann minnist á hann Einar, því að við viljum akkurat fá að afhenda honum hérna hinn dómöndi sem við erum með hérna hendi, Halldór Einar minn. Hann er sá eini sem er af þeim frumkvöðlum sem er kíkja þetta með okkur dag, sem stolt aðalega fólkins, Gjörðsvöld Hermann minn. Nei, Ég bara þakka kærlega fyrir mig, en ég þarf að koma þessu í geymslu ef ekki bara að syngja. Nei, þetta er allt, það er búið að preppa allt saman. En hvað var ég að halda á sem ég að syngja? Nokkur hefur líka loknast fleiri gjafir, það eru glóðvendir, það er bókmynd sjálfur sem það. Hefur þetta bara hérna, svona. En við fáum þetta kveðju frá félögum okkar í Hveragerði. En hér kemur þetta kort, innilegur Karlakóri Jökull, innilegar heilla og hamingju óskir með 50 ára afmæli kórsins. Megi hljómar ykkar berast sem víðast, með ókomna áratugir, kær, söngkveðja og heilla óskir frá vinum ykkar í Karlakóri Hveragerði. Það er Heimir Örn Heiðarsson. Ég er voðalega gaman að ganga. Ég hef ekkert gaman að ganga fjöll, en ég er voðalega gaman að ganga á malbyggi og svona sléttum stígum. Og í göngum minni í óstandinu morgun myndi vorið og sumarið heldur betur á sig. Hirðinn allt kring og ekkert heyrðist nema hljómurinn í útafsöldunni og söngurinn í fuglunum sem nú standa speltir á hrúgum og steinum og keppast að syngja sem fagra söng, hver í kappi hvort með annan og reyna að yfirgnæfa félagann, ekki yfirgefa, þetta yfirgnæfa. En þeir kunna sem ekkert að syngja í kór. En við í Jöklarnir, við erum svo heppnir að hafa hér í 50 ár alltaf ætíð verið fagmennska í fyrirrúmi hjá okkar góða fólki sem hefur staðið með kórnum og leitt okkar áfram. Og því kynni ég með stolt í undarleikarinn okkar Hanna Guðlaugu Hersnes sem hefur starfað með okkur síðan 1974. Hún er á næstu 50 ára staðsamlega eins og Einar, en það er næst ári, þannig að við býðum spennt eftir því. Guðlaug Hersnes, Guðlaug. Stjórnandar okkar Jóhann Moravec sem hefur stjórnað okkur síðan 1992 og hefur hann byrjaði aðeins fyrr þegar Nonni var hérna og í minningunni sem, að því að ég er á sama aldri á kórinn og þá er ég búinn að alast upp hérna með honum alltaf þessa tíð og þykja þvílíku köku hlaðborðið hérna þegar æfingar voru hér á mánudögum, þegar öræfingar og lónmenn komu og það þýtti ekkert annað en að hafa almennilega veitingar í hléi þegar menn voru hér komið langt að. Þannig að maður hóstuði það að fá hérna köku hlaðborð á mánudagskvöldi og ég kunni alla texta þegar ég var bara 5 ára eða 6 ára en það skemmtilegasta sem maður upplifði sem krakki var það var að horfa á Nonna að vera að stjórna því maður beið allt eftir að hann færi alveg á flug því að maður aldrei veit að hann var á flug. Jóhann tók við honum 1992 og hefur stjórnað okkur síðan. Flóriði. Núna ætlum við að syngja. Ljóðabókina kemur út eftir á. En ég ætla að lesa hérna eina vísu áður en hann heldur áfram. Og hún er svona. Virðið sem nú sé vorið mætt. Vakkar í beðið rós. Því fagni gjörvöld Adam sæl. Þar til annað kemur í ljós. Við hófum tónleikana okkar allt eins og bara undanfæri í það mörg ár á laginu Hornafjörður eftir Egil Jónsson og Örvar Stefánsson
Hlyn og Hlyn Snær Kjærvaldsson sem af Suðurlandinu með texta Grétars Haraldssonar í útsetningu eftir Atla Heimil Sveinssonar. Gjörðu svo vel. Katarina,
bregða fyrir kampleikuna. Ég held að Jóni hafa nú gleymt fórikahallinum, en hann tekur nokkuð dagsborð fyrir okkur samt. Þannig var til að country skáldið Don Williams samti lag sem heitir Lay Down Beside Me og Kenny Rogers söng fyrst inn árið 1977. Lagið rataði svo á plötu Björgvins Halldórssonar, okkar eigin Bón, árið síðar og heitir það Ég syng fyrir þig. Já, en fyrir ekki, það er sem rata á plötunni Ég syng fyrir þig með íslensku texta eftir Jón Sigurðsson bankamann og þar í þessari íslensku útgáfu heitir lagið Ég fann þig. Lagið hefur síðan verið sungið í mörgum útgáfum og hér er það í Karlakór. Óljóst er hver sá útsetningu en Jóhann tók útsetningar frá hinum þessum og steikti saman fyrir okkur. Ég fann þig. Líka
syngjum við lag sem að á íslensku heitir Galdragvendur. Galdragvendur. Það er eftir mannanafni Stan Jones. Nú, þetta lag heitir upprunalega Ghost Riders in the Sky og er byggt á amerískri draugasögu sem Stan þessi, sem var landvörður í Dauðadal í Bandaríkjunum, að hann heyrði þetta á barnsaldri og samdi þennan texta og flutti það uppalega með félögum sínum sem að kölluðu sig The Death Valley Rangers, landvörðunir í Dauðadal. En í íslensku útgáfunni heitir þetta Skuggadalur og er engum minna draugalegt, ég get lofað ykkur. Þetta var síðan sungið í bíómynd sem að hét Riders in the Sky og þar var stjarnan engin annar heldur Gene Autry. Þessi fólk sem er á mínum aldri og eldra kannast við það og næsta fólkstjarnan bara með þér og Roy Rogers. Og það leika sjálfan sig, kannski eins og öðrum bíómyndum. En sem sagt, við syngjum fyrir ykkur hérna lagið Galdragvendur við íslenskan texta Sigfúsar Kristjánssonar og hér í útsetningu Vilbergs Viggóssonar. Galdragvendur.
landan fór, en Jóhann yfirfæri útsetningin til Keflavíkur. Krummavik gjörðu svo vel. Við syngjum útsetningu Karls af Kapri-ljóði eða Fiskimanns ljóði frá Kapri. Gjörðu svo vel. Sjá,
ekki hvort það fær umdeildasta lagið. Byrjum bara á byrjun. Ópera eða söngleikur? Óperetta er lítill söngleikur. Frans Lehár, pabbi Ómar Frans. Nei, ok, var ungverst austfríð tónskáld sem samdi mikið óperettur og eitt sá frægari heitir Káta Ekkert. Við ætlum svolítið að syngja Kvennamars úr þeirri óperettu, en þar eru félagar að tala saman hvernig best sé að næla sig í kvenna og hafa þeir hver sína sögu í þeim efnum. Það er tekið fram að þetta er frumflutt 1905 og það er aðeins fyrir MeToo og jafnréttisbaráttu og allt svoleiðis. Og Gulla er búin að benda ykkur á lóksunum. En Kvennamars í þýðingu og Óskar syngjum og svona, gjörðu svo vel. Hvernig konur, okkur leikum grá. Þannig önnur svona, ýmislega skrýtnar frá. Allar konur, eru tryggar á hvern
lagið. En þegar í ljós kom að það hefði ekki enn verið útsett, tók pósturinn okkar sig til og útsetti lagið fyrir okkur. Við getum því núna boðið ykkur með í sjóðheita og ástríðufulla ævintýraför út Eyjasund. Kvikmyndaverið United Artists keypti réttinn á vinsælli skáldsögu eftir rithöfundinn Helen Hunt Jackson og réð leikarana Dolores del Rio og Warner Baxter sem Ramónu og Alejandro. En kvikmyndinni Ramónu vantaði meir en bara vinsæla sögu og þekkta stjörnur, henni vantaði þemalag. Ramóna, þemalag samnefndrar kvikmyndar, er samið af Maple Wayne og er fyrsta sönglagið samið af kvikmynd. Þorsteinn Gíslason þýddi þetta gullfallega lag og Vilberg Vigfússon útsetti fyrir Karlakór. Ramóna, gjörðu svo vel. Lu, 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 lu.
krummi krumskarúti 1992 og hann ennað með krumma. En næst ætlum við að syngja lag sem heitir Bátarnir á firðinum og það eftir Jónas Jónasson sem þekktur sem þekktur var sem dagskrárgerðarmaður sem samdi mikið af fallegum lögum. Textir eftir Ragnar Jóhannsson. Lagið kom fyrst út 1968 með Hauki Mortens. En margir hafa síðan sungið þetta inn á plötu. Við flytjum hins vegar kórútgáfu af laginu í útsetningu Jóhanns Mortens. Mest og aðalega spilað á harmoníku. En hingað heim til Íslands var það þekkt og nú fáum við að heyra texta eftir Valdimar H. Hallstad og færir hann sig aðeins frá bjóttunni en við syngjum sjómannalífið og þekkir við gjörðu þið svo vel. Bjóttunni, sjómann. Ég er komin, ég er samt í nátt.
sjómannsins glaða syngjum, já við syngjum drekkum, drekkum af lífi og sterkum, já við drekkum fagnandi við fyllum glösin, drekkum farmannsins skál. Dönsum, dönsum og langt fram á dag, já við dönsum, syngjum, syngjum, sjómannsins glaða syngjum, já við drekkum, drekkum af lífi og sál, fagnandi við fyllum glösin, drekkum farmannsins skál. Takk fyrir, við bara tæmdum prógrammið og við ætlum að fá bara að endurtaka einn lag svo þú maður sem að klappa aðeins meira fyrir það en önnur. Við fáið Galdrakvend aftur. Getur örgulega að taka grillkjötið út í ískápnum, þannig að það sé orðið bara alveg tilbúið til að fara beint á grillið eftir. Þegar að við mættum að syngja. Og ekki örgulega allir búin að fara, sko, hver er staðan í leiknum? Það er Sindri, Birkir. Það er lögum. Það er eitt fyrir Birkir í hálfleik. Aðja. Ok. Það er bara 5-0 fyrir okkur. Það er að flokka spila í Sindabakki á sig. Aðja. Í skugga
ósvikið lag. Það störmalegt kannski fær á Kasskatanum dag. En svo var kallinn þungur á við 3 vetra baug og þá var loks sending manna og þolinmæði traug. Yippee-yi-yay, yippee-yi-yo. Þetta er
tíma